Tölvugrásatari, þú ert hérna á námskeiði í að breyta landröðu rafmagnsbíl. Af hverju skráður eiginlega á þetta námskeið? Ég hef bara mikinn áhuga á alls konar orkugjöfum og rafmagni kannski sérstaklega og bara gaman að sjá hvernig þetta breyta gamla flótanum kannski og nýta hann áfram. Þannig að þetta framlengir kannski lífi í þessum gömlum? Já, minna þetta er bíll sem kannski þarf ekki að deyja strax. Þetta keyra hann áfram á þessu. Og þú sagðir að þú ert búinn að vinna mikið í rafmagni. Er þetta eitthvað mjög frábrugðið því sem þú ert að vinna dagstælega í bara nýjum bílum? Nei, þetta er náttúrulega bara búnaður úr nýjum bíl sem við erum að setja í gamlan. Þannig að búnaðurinn er nýr, en það er gaman að sjá hvernig hann fer í að tengja það saman við gamla kerfið og setja þetta upp. Og hvað ertu þá aðalega búinn að vera að gera á námskeiðinu og hvað er þið búinn að vera að læra? Við erum búin að læra hvernig hann vill stilla þessu upp og hvernig afstæðan á hlutunum á að vera og svo hvernig hann stýrir því með tölvukerfinu og svoleiðis og hvernig hann vill leggja kaplana og vinnubrauð á bakvið það og þess vegna. Er eitthvað sem búið að koma þér óvart í þessu ferli? Eitthvað sem er búið að vera meira eða minna af? Kannski bara hvað þeir eru búin að klára lausnina vel. Þetta er bara svona plug and play virðist vera sko. Þetta er undirbúningsvinnan. Já, undirbúningsvinnan hjá þeim og þetta er einföld breyting. Eins og það væntanlega ef þú ætlar að gera þetta frá grunni. Já, ef þú ætlar að smíða kerfið alveg frá grunni og búa það til í bílinn, þá er náttúrulega meiri vinna á bakvið það, en hérna erum við tilbúið sett í þennan bíl. Heldur þetta muni gagnast þér eitthvað í framtíðinni? Alveg klárlega. Ég á bíla sem ég langar að gera þetta við og ég er 100% að fara að gera það. Þannig að þetta er bara uppbytun fyrir það sem koma skal? Já, ég meina þetta er bara lengi lífi eins og Ford-bílum og svoleiðis. Ég á bíl frá 1970 og 1980 sem ég langar að keyra áfram og bara ég ætla að gera það svona. Takk kærlega fyrir og halda áfram að skemmta þér. Takk.